Einar Andri, svekkjandi tap, 4 marka tap. Hvað svona klikkaði? Fyrri hálfleikurinn var svona bara jafnvægi hjá liðunum og spiluðum okkur lag í fyrri hálfleik og töldum okkur meira inni en byrjuð seinni hálfleiks var bara það sem skildi á milli í dag. Það var skelfilega bara skelfilegt hvernig við spiluðum fyrstu 10 mínúturnar, litum rekka okkur út af og gerðum ekki það sem við lögðum upp með og svo fórum að verja hjá þeim og þess vegna náðu þeir að skapa þessa forystu sem við náðum ekki að brúa. Hvað gerist á þessu kafla? Já, við fáum, eins og segja, fáum brottvísun og missum strax bara fyrstu vörn og mistum hann út af og þeir ganga lagi og nátt strax takja marka forystu og svo fer hann að vera í markinu eins og ég sagði og þeir ganga lagi. Þið mistu aldrei trúna, þið heldur alltaf áfram, breyta vörn og svoleiðis? Já, við, eins og segja, við áttum 2-3 sensa til að fara með þeirra í 2 mörk og því miður unnum við ekki nógu vel úr þeirri stöðu. Það er bara að halda áfram í deildin og tryggja þetta annað sæti og jafnvel fyrsta kannski? Já, nei, fyrsta sæti algjörlega út úr korti að ná því en við þurfum bara að heldur betur að skoða okkar leik vel núna því að þetta var langt frá því að vera svona ásættanlegt á köflum. Þannig að annað sæti ef við ætlum að spila svona þá annað sæti bara eitthvað sem fjarlægur draumur. Voru á sigurvissi fyrir þennan leik eftir góðan leikum á móti Haukum? Nei, það er ekki hægt að labba inn í þetta hús á Akureyri og vera sigurviss, það er langt frá því. Þessi deild er bara mjög jöfn og þótt að muni einhverju stigum að liðum í deildinni þá skiptir það ekki nokkru máli, þetta er bara jöfn lið og eins og við vorum búin að segja fyrir leikinn þá er Akureyri bara með stjörnubrýtt lið og það vanti 2-3 leikmenn þá eru yfirleitt einhverjir sem stiga upp í staðinn.